en svo var þetta núna á föstudagskvöldið og Einar Logi Vignisson var á svæðinu og þú segir að þetta hafi verið bara frábært. Já, og þetta númer Heroes, þetta var stjörnunúmer kvöldsins. Þetta er lag sem að margir hafa tekið illa. Já. Og svona í seinni tíð þá hafa menn eiginlega svona gert þetta af Queen-lagi, íþróttakappleikjalagi. Þetta var einkennislag Ólympíuleikana og mér hefur nú kannski stundum svona inntak lagsins tínast svolítið við það. Og mér var innanbrjóst eins og ég veit marga aðra tónlistargesti þarna á tónleikagesti á föstudagskvöldi að ég var svolítið smeykur. Já, þú meinar þegar þú varst fyrir tónleikana? Já, ég vissi ekkert, ég var ekkert með sérstakar væntingar sko. Ég er eins og fleiri tónlistaráhugamenn, mér hætti kannski til að taka mínu uppáhaldslistamenn svolítið hátíðlega og alvarlega. Og hann er einn af þeim. Og ég veit að öðrum gestum var innanbrjóst svipað því ég ræddi við töluvert marga þarna og margir lýstu þessari tilfinningu að menn voru komnir til að skemmta sér og vona að þetta er gott. En ég hitti engan sem átti vona að þetta er svona ótrúlega gott. Því þetta, ég sé töluvert mikið af svona covergigum, tribute-gigum og mér fannst þarna slá nýjan tón. Er það? Á þessari sýningu. Vegna þess að þarna fannst mér þarna komu fyrsta lagi söngvar, þarna voru nú einhverjir 11 söngvarar, ég taldi rétt. Þarna komu fram söngvarar að syngja sem ekki hafa gefið sig út fyrir þessa útgerð áður. Já. Og þarna voru menn ekki bara að flytja þetta vel eins og þetta nú. Oftast eru þessi svona tónleikar bara ágættir og menn syngja þetta bara eftir bókinu og bara fínt og skemmtilegt. En þarna voru margir sem komu og gerðu eitthvað ekstra, bjuggu til sínar eigin útgáfur af þessu og einn þeirra var Pétur Ben. Já. Sem að sló þarna algjörlega í gegn með Heroes og þeir sögðu með hljómsveitarmeðlimir eftir tónleikana að Pétur hefði bara sett þeim ordur hvernig þetta yrði og það var farið hægt inn í þetta og svona og byggt á demo upptöku af sem að Pétur hefur fundið einhver starf með Bowie og þetta var eiginlega svolítið eins og svona þetta var Lou Reed inspírað og alveg feikilega gott eins og allt sem að Pétur gerði þetta kvöld. Það var alveg frábært. Hvað söng hann meira? Hann tók Rebel og hann passaði bara vel inn í þetta líka svona lookið og attitútið og allt þetta en þarna voru fleiri góður. Gegnumsnitt stóðu söngvararnir sig allir mjög vel. Það var dásamlegt að heyra Andreu Gilóttur syngja Wild is the Wind. Já, hún var þarna líka. Hún var þarna og Karl Örvarsson sem var nú einn af forsprökkurum tónleikana ásamt Tómasinni gítarleikara og fleirum að hann tók svolítið skemmtibakkan, hann tók skemmtilega útgáfu Let's Dance og eitt af sínum uppáhaldsbálugum líka og gerði vel og Glói tók með bróðu sínum útgáfu af Loving the Alien sem að fekk góðar viðtökur gesta og svo mætti lengi telja þetta. Svona svolítið sérstakt lagaval? Já, sérstakt lagaval og menn voru óhræddir að syngja með sínu nefi. Það var gaman að heyra Sigur Guðmundsson kljást við China Girl og ég hugsa svona, þú veist, það mátti bara heyra svona kliðum salum, maður heyrði fólk alveg tala saman, hvað þetta er skemmtilegt og hvað þetta er sniðugt og þessum að taka þetta svona og svona og ég held mér finnst stundum nefnilega vera dálítið neikvæð umræða í kringum svona cover tónleika og þá finnst mér að gleymast að þetta er í fyrsta lagi frábært tækifæri oft á tíðum fyrir okkur bara að heyra þessa frábæru músík við góðar aðstæður. Þetta er líka gott tækifæri fyrir söngvara að syngja þessi lög, að syngja alvöru músík og þá er ekki að segja að þeir syngja ekki alvöru músík sína eigin heldur bara að fá tækifæri til að kljást við músík og fyrir fullum sala fólki fyrir bara 1300 manns í hörpunni og bara ná sér í reynslubankan og mér sýnist bara þarna bara fleiri og fleiri söngvar að vera að fatta þetta
að þetta er ekki bara hvert annað gig, sko. Gaman að vera með í... Gaman að heldur bara, ok, það er bara, þarna er bara tækifæri fyrir mig að búa eitthvað til og það voru menn að gera þarna á föstudagskvöldi, menn voru sannarlega að búa eitthvað til. Og bandið var frábært og sniðugt sagðum að þeir keyrðu þetta í gegn. Það hefur stundum verið ljóður á þessum sýningum að það er svona óþarfa pásur og bil á milli og menn eru kannski mikið að skipta um gítar og leita rétta soundin og milli laga og svona. Heit bara. Ekkert svoleiðis? Nei, menn voru svo sem höfðu einhver gítarskipti en voru nú 3 gítarleikarar til þannig að það var enga pásur ekki neitt. Já. En þetta er Einar sko eins og þú segir, þetta eru svona ég hef oft heyrt sko þessa rödd þegar eitthvað svona stendur til eða er í gangi að sko hörðustu aðdáendurnir þeir segja, nei, ég ætla sko ekki að fara að sjá þetta. Ég hef engan áhuga á þessum að þetta verður bara eitthvað rugl. Já. Og þetta er svona, ég held að menn eigi svolítið í svona margir og konur í svona ástar og hatur sambandi við þetta, því að stundum er þetta eitthvað svo stundum er þetta og bara á heimsvísu, stundum er þetta bara eitthvað glatað. En stundum er þetta líka algjörlega frábært og ég meina við eigum náttúrulega ofsalega mikið af frábæru fólki, frábærum flytjendum og hljóðfæraleikurum og allt það. En kannski gallin er bara sá Óli, af því að ég er nákvæmlega svona sem þú lýsir. Ég ætla ekkert að þykjast vera öðruvísi. Ég er oft mjög skeptískur og tónleikarnir sem við ætlum að tala um eftir AC/DC, mér leið nákvæmlega þannig. Hins vegar, þá er það bara þetta, að við erum á svo litlu markaði að nú var þetta 20 manna útgerð þarna á föstudagskvöldi með báði tónleikana. Og það er ekkert víst að þetta verið sett upp aftur, allavega hann í vetur. Nei. Þarna var fólk mjög skeptísk fyrir tónleikana. Facebook það bara flæðir út alla bókina eftir gigið, hrós í allar áttir. Er það nógu mikið til þess að fylla annan sal þannig að það standi undir sér? Já, ég vil allavega koma næst. Já. Þú ert búin að selja mér þetta. Þetta er bara, þetta er trikki og þess vegna segi ég sko, fólk á bara ekki að, sko, það gerir þá bara ekki til þótt í 1 af hverjum 5 skiptum eða 10 farir og það sé ekki, sko, ég vil frekar fara á 1 sjó sem er klúður og bara gleyma því, frekar hann að missa 3-4 að því ég er merkilegur til þess að fara á þetta, sko. Herðu, en þú valdir sem svona hápunkt Lady Grinning Souls. Já, mikið var það dásanlegt hjá Högna Hilsinni. Hann söng það? Já. Og hvernig gerði það? Vel. Já, en hvernig var það útfært? Hann tók hann kannski meira streitt heldur en hann gerði minni æfingar við það heldur en Pétur gerði við Heroes og ég líst á hann. En ef ekki bara fá að heyra orginum. Já, þetta er á Aladdin Sane.